Bræður styttist í þennan úrslitaleik í .net bikarnum, bara svona fyrst og fremst hvernig leggst þessi leikur í ykkur? Bara hrikalega vel sko, það er bara, við erum bara ennþá spenntir að mæta hérna og sjá bara hvað þetta er frábær umgjörð og bara byrja að rósa KSÍ og .net fyrir þetta, bara virkilega spennandi. Klárlega og ég held að þetta verði ennþá meiri gulrót fyrir félögin neðri deildinni með árunum að sjá hversu glæsilegt þetta er. Ég ætlaði að spyrja, þú veist, þetta er einmitt svona, þetta er frábær bikar og við sýnt sig í Englandi að það er hægt að búa til alvöru keppni úr svona. Já, algjörlega, menn muna bara eftir það stótt og framlega og árið þetta er ekki spurning, þetta er bara alvöru gulrót fyrir liðið í neðri deildunum að eiga möguleika að fá alvöru bikar. Sko, ég velti þessu leik aðeins fyrir mér, þið eru liðið sem spila neðri deild, þeir í þriðju, en þeir náttúrulega æfa og spila alla sína leiki á grasi, þið meira á gervigrasinu, hvernig haldið að þetta mun spilast? Sko þetta gras er nú það gott að við höfum nú spilað marga grasleiki í sumar á misjöfnum öllum. Þetta gæti alveg verið eitthvað advantage fyrir þá, en ég held að það mun ekki skipta neinu máli þar sem þetta er nú svo flottu völlur yfir höfuð. Eitthvað frá þér? Nei, ég bara sammála því sem hann var að segja og ég held bara að þetta verði hörku erfiður leikur og við mættum oft í gegnum tíðina. Þeir reynda með gegn grasvöll. Þannig að þú veist, þeir eru náttúrulega klárlega kannski með eitthvað forskot á okkur með það að gera en það er ekki að kvart yfir svona aðstæður. Varðandi leikinn, haldið að þið muni leita meira í reynsluna í leikmannahópnum þar sem þið eru búin að vera í góðu samstarfi við annan flokkinn? Nei, við munum bara spila okkar sterkasta liðið alveg óháð því hvernig reynslan er hjá mönnum og það sem þetta lið má líka eiga, þetta eru 95% uppaldir stjörnumenn og þetta eru sigurvegarar. Þetta eru drengir sem að langflestir eiga Íslandsmeistartitla og bikarmeistartitla í yngri flokkum á CV-inu. Þannig að ungur annarflokksstrákur sem er nýbúinn að tryggja sér Íslandsmeistaratitil, ég treysti honum fullkomlega í þetta verkefni. En bara svona mætinguna, Stjarnan er oft þekkt fyrir að stíða vel við sína menn. Megum við búast við góðri mætingu frá KFG-stuðningsmönnum á föstudaginn? Já, ég hef fulla trú á því og það er við verðum með uppbytun og dúllubar frá held ég 17:30 og svo rútu fyrir fólk niður þér. Þannig að ég held að það verði bara eins og alltaf þegar Stjarnan fyrir stóra leiki þá verða bara eins með okkur, Garðbæingar koma og stjörnumenn koma og fylgja sér á bak við okkur sko. Þetta hjálpi líka til hvað þetta eru mikið Garðbæingar í liðinu og þannig að ég held og við vorum að spila leiki á Samsung í sumar svona þegar við vorum ennþá í toppbaráttunni, það var hátt í 400 manns að mæta. Þannig að ég hef fulla trú að það verið góð mæting bæði frá okkur og þeim. Og þetta var svona áhugaverð leið sem þið fóruð, þurftu að fara alla leið austur til þess að spila undanúrslitaleik og svona? Já, ég held við hefum ekki getað fengið erfiðari drátt heldur en að spila á KF úti sem að mörgu leyti og mér finnst besta liðið í þessari deild sem við vorum að spila í sumar og bara stórkostlegt afrek að fara þangað og klára þann leik. Nú ég veit ekki mjög mikið ykkar fótboltaferla svona kannski per se, en er þessi leikur einhvers staðar í toppsætunum stærstu leiki sem þið hafa allavega þjálfað á ferlinum? Já, klárlega. Við erum í svona hálfgerðum úrslitaleikjum að vera að fara upp úr þriðju deild og fjórðu deild og þriðju deild og eitthvað svoleiðis. Úrslitaleiki í yngri flokkunum eins og við erum Íslandsmeistarar og svona. En þetta, öll þessu umgjörð og allt þetta, þá held ég að toppi ekkert þennan leik sko. Má búast við ykkur bræðurum í jakkafötum á hliðarlínunni? Maður svona ímyndar sér að hverju þjálfara dreymir að vera í jakkafötunum á Laugardalsvelli í úrslitaleik? Ég ætla að vera í íslenska þjóðbúningnum. Nei, ég ætla nú bara að vera í hefðbundum þjálfarafötum. Ég mæti bara í venjarúlpunum minni og vera í toppmálum sko. Verður Lalli í jakkafötum? Það er eitthvað spurning. Lalli er nefnilega sko heiðursgestur á leiknum og líka á skýrslu sem liðsstjóri, þannig að hann er svolítið að brjóta bara í stöðunum þannig að vera fyrsti maður sem er á skýrslu en líka heiðursgestur, þannig að ég trúi nú gjörn að hann jafnvel mæti í jakkafötum.